Já, komið sæl kæru félagar. Í dag ætla ég að fara og kíkja á Magnús Bess Júlíusson, margfaldan bikar- og Íslandsmeistara í vaxtarækt og hefur keppt erlendis undir góðu mórstýr. Ég ætla að taka æfingu með honum í dag og fyrir valinu var bíceps og þríhöfuð. Og mér langar að spyrja nokkra spurningar bara mataræði, æfingar og spyrja hann hvað það og hvað leyndarmál á bak við það að vera svona einn besti og fremsti vaxtaræktarmaður Íslands. Hvað það sem gerir hann að því þeim einstaklingi. Herðum, þið njótið og það gaman af. Sjáumst. Jæja, herðu, ég hérna standa fyrir utan heima hjá Magnúsi Bess Júlíussoni. Herðu, hérna húsið fyrir aftan við núna. Sælir! Já, góðan daginn! Sæll og blessaður! Júsi minn, velkomin á Bessastæði. Já, ekki! Þetta einu alveg Bessastæði. Ég sé fyrir ekki hérna. Flottur! Herru, takk fyrir það! Sæll Ísak! Hæ! Þetta næsta vonin í vaxtaræktinni. Já, þessi hérna. Ég sé það strax, það kálfarnir og bísefinn. Já, þetta allt í stað. Hvað ertu að gera, pappa? Má sjá hvað sterkur. Má sjá hvað sterkur. Má sjá. Já. Það kemur, áhuginn kemur sko. Sýn þetta svo mikið. Þetta ekki, já, því ég... Herru, hérna sjáum við fæðubótina hjá honum Magga Bess. Þá tala um fæðubót, ekki matur. Herðu. Það kemur ekki í stað fyrir mat. Nei, klálega ekki. Ég nota tölvöld mikið af þessu. Já. Það er mikið að persa og þannig að það er svona hægur heim og hvernig mér að borða þátt af þessu. Já, klálega. Ég nýti með það. Klálega. Þetta er bara hörku fín fæðubótrækning sem við með. Já. Og það náttúrulega þetta er eitthvað sem maður verður að nota til dæmis í niðurskurði. Það er til dæmis CLA hérna, fitusýrutöflunar. Fish oil, ég borða vel að þessu dóti, góðri fitu. Setja hérna, tekja ykkur í sérnin og svo náttúrulega fjölvítamin hérna og það er hérna ýmislegt. Það er hérna no explode hérna, þetta nota ég fyrir æfingar, ykkar aðgerfið og gefur mér að pump. Og það er ýmislegt hérna. Nýtrissi, það er svona svipa líka, þetta er svona þú leiðið upp á þessu og hérna hjálpar herning á æfingum. Já. En svona dagur hjá mér Já, hvernig borðar vaxtaræktartröllið svona yfir daginn, sérstaklega fyrir mót og Ég borða nú að yfir höfum alltaf mjög gott. Já. Svona allan á sig. Já. En þegar ég er að fara undir mót fyrir mót, þá er það svona, það er haframjöl á mótana og með berum út á og kanili og þetta. Síðan er ég nú reynda báttið duglegur að borða skyr. Skyr er alltaf gott. Það er mjög skyr og kannski banana í kaffinu. Svo er það kjúklingabringan og salta kartöflur og avokado borða ég mikið af. Fitunni, góð fiti í avokado. Svo er ég náttúrulega mjög mikið fyrir lax. Ég borða hann alveg óbúslega mikið í kvöldinu. Það er bara góður í fitu og bara góður fisk. Ég borða þetta mjög mikið af fisk. Maður svona fá halvparti að leiða á kjúklingabringunum svona tíðina. Það borða eitthvað pannaði mörglega. Já. Má ég fara á sund? Við erum búin í Já, bíó. við skulum fara í sund á eftir. Við erum búin í bíó. Já. Förum í póskílun og förum í sund. Já, við gerum það. Það er húsilegt. Þetta eru börnin að spesja hérna, að vísu þetta er sonur minn hérna. Þetta er Ísabella, sæta. Hérna er Ísak. Og hérna þetta er Birta. Já. Ég er í maður, ég á 5 börn. 5 börn maður og ein hérna 17 ára. 1 strák og 4 stelpur. Þetta er yndislegt. Þetta er fjölskylduvænt umhverfið sem er í hérna hjá honum. Já, þetta nota ég reyndar ekki í köttinu. Nei, er þetta ekki gott eftiræfingu eða? Þetta er fínt. Gott að namnudjónum. Já, má klára það, já.
Það er laugardagurinn. En mataræðið svona yfir daginn, þetta er haframjöl, þetta er fiskur, þetta er kjötmeti, þetta er skýr, út með banana þarna, út með bláber, krækibær og grænmeti. Já. En þetta spá eitthvað í kolvetnunum sérstaklega svona þegar nær drifum mótinu sko? Ég er náttúrulega, ég hætti alltaf prótínindikuna töluvert sko. Prótínindíku, já. Já, en ég er frekar háður kolvetnu líka. Já. Það er alltaf hendast, ég er ekki þessi low-carb-maður, ég fíla að breyta þeim. Nei. Vera veikta, en það bara funkar ekki svona sko. Nei. Þú er búinn að prófa það? Já, ég er búinn að prófa og bara henda mér ekki sko. Síðan ekki að vera kolvetnislaus á æfingu. Nei, bara flatur og orkulaus og... Bara orkulítill og flatur og fíla sigla. Akkurat. Það er ekki svona, það er ekki að ég vil bara vera fullur af fári og geta kíkja á hún á því. Akkurat. Þannig líður mér líka bara best. Já. En þetta er svona, já, yfir höfuð bara, þá borða ég bara alltaf mjög hollt og reyna svona, ég er náttúrulega reyna svona aðeins að telja hún í mig hittaðningarna sko. Ég geta stikkpröður á þessu. Já. En svona oft kringum 3 hittaðningar ég er ekkert að. Já. Já, þannig að ég er einmitt ekkert að fara mikið yfir það. Nei. Það er svona hefur hendað mér mjög vel. Já. Svo er bara alltaf bara að gera tilraunir að sjálfu sig. Já. Finna eitthvað nýtt og prófa eitthvað nýtt. Ég er þetta búinn að vera í þessu ansi lengi. Já. Það er til 1989 og hvað árið í dag? Já. Það er smá tíma í þessu. Smá tíma, vel sjóaðir í þessu. Já. Það er bara lífstíð hjá mér. Alltaf því vorum við að gaman að það. Já, þetta er hérna fyrsti bikarinn hérna. Þessi bikar var gefinn ár eftir ár. Eða ekki gefinn, hann var náttúrulega faraldsbikar og var alltaf á hverju móti. Og þegar ég var búinn að vinna sem sagt í 10. skipti, þá bara fekk ég einn. Og ég er nú búinn að vinna 15 sinnum með þetta. Það var þetta gaman aðeins. Þetta eru öll nöfn prófstæðir á bikarnum. Þetta 1982 hérna Guðmundur Sigurs, Sigurður Gestsson hérna, 4 skipti, Jón Páll, Guðmundur Bragason, ég hérna Kjartan, Smári Harðars, það eru fullt af góðum mönnum hérna á þessu, Þór Harðarsson hérna, það er samt eiginlega aðalega ég, það er skrítið. Sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu. Þetta er skemmtilegu bikar. Já. Þetta er svona... Þetta gaf þetta á sínu tíma. Einn verðmættasti bikarinn í sögu vaxtarrættar á Íslandi í raun og veru. Já, ég held að það er ekki fyrir mig. Það eru bara allir þeir bestu, sko. Já, ég held að það er Já. Þetta er bara skemmtileg. Hrikalega flott, sko. Jæja Maggi, herðu hérna, ég var að vetta hérna með þér, hvað er svona á dagskrá hjá þessanum núna? Orðinn að vera 45 ára gammal. Það er sko, ég leik 45 ári í okkur. Það er þátturveg. Já. Það er ekki náttúrulega, en hérna, okkur með næsta dagskrá er náttúrulega Norðurlókamótið 1. nóvember. Það verður ansi skemmtilegt. Það er fullt af góðu strákum hérna, það er ekkert fullt, það er í friðina, svona friði. Það er ekki saman þar ekki bara sterkar frið. Og Gunnar Ársæl, það er nokkuð hérna hans helmiðið. Síðan er náttúrulega bikarmótið hérna hálfumótið sinna. Það er já. Síðan er náttúrulega eitthvað svona út í heimi sem ég er náttúrulega ekki alveg búinn að ákveða, sko. Fyrst hann að móta hann í haust og nei, hérna í desember og það er ýmislegt sem maður getur gert. Hvað hérna, hvenær þarf að fara að hætta að keppa og leyfa hinum ungu strákunum að njóta sína þess á sviðinu? Það er ekki á næstunni, sko. Nei. Það er ekki að fara að gera þannig strax. Erum við að sjá Magga Bess 55, 60 ára gamlan ennþá upp á sviði? Já, ég ætla ekkert að vona það bara. Já, ef maður menn hafa heilsið til þess. Ég er að sjá menn að úti, ég er búinn að vera að keppa mikið á þessum mastermótum úti og ég er að sjá menn milli 50 og 60 alveg í gríðarlegu formi. Já. Og það er aðdánavert nokkulega menn. Og sjá hann menn frá 60 til 65.
bandot á haus og fær í splitt og allt að taka. Í fríbókunum og það bara frábært. Það á helling eftir. Já, flottur. Þegar heilsa neyfi þá bara, ég bara mjög góður á stróknum. Já. Ég bara... Heldur áfram svo lengi sem ert ekki meiddur? Já, nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Ég er gaman að þessu. Það eru flottir. Takk fyrir að leiða mér að koma, Maggi, og fá þess að kíkja á kafan og gangi. Já, takk fyrir það. Takk fyrir mig, vinur. Sömuleiðis. Oh, that's what? Okej. Testa här. Testa. Yeah! What? Jeesus. Korvalla kätinen. Motherfucker, I'm